Gott kvöld, velkomin í Fokkfréttir. Nýr svingklúbbur í Kópavogi hefur nauðst til að loka eftir aðeins 1 mánuð eftir að í ljós koma 60% gesta voru mætt þangað eingöngu til að leita að fólki sem átti boðsmiða í Costco eða gæti lána þeim kerru fyrir næstu helgi. Klúbburinn stefnir á að opna aftur bráðlega með sérstökum skuldaskilaherbergjum þar sem hægt verður að klára makaskiptin og kaupa á notuðum fellihýsum á sama tíma. Unnið að því að setja upp neyðarskýli eftir að umfangsmikil rannsókn sýndi að 8 af hverjum 10 Íslendingum munu hljóta varanlegan andlegan skaða á bóludaginn. Orsökin rakin til þeirrar óviðráðanlegu niðurlægingar að þurfa að borða vastegsbólu með sultu og rjóma óelegant á almannafæri. Vegna þrenginga á fasteignamarkaði hafa fasteignasalar tekið upp þá nýbreytni að selja hundakofa og kaldar útigeymslur sem stúdíóíbúðir í grónu hverfi. Dæmi að slíkar eignir í Vesturbænum hafi selst á alltaf 60 milljónir þar sem þeim fylgja yfirleitt sameiginleg þvottahús og sér afnotareitur í garði. Formaður leigjendasamtakanna segir þetta frábært tækifæri fyrir ungt fólk til að venjast þröngum búsetuskilyrðum áður en það deyr. Og nú að veðri, en þessa viku spáir Veðurstofan allhvassri austanátt með úrkomu sem mun eingöngu herja á fólk sem á eftir að borga fasteignagjöldin sín. Í Kópavogi verður svokallað siðferðislegt gluggaveður sem mun líta vel út innandyra en leið og fólk stígur út mun það átta sig á því að vindurinn sérhannaður til að fletta ofan af fólki með neikvætt eigið fé. Farið varlega. Þetta voru Fokkfréttir, munið að við búum í sýndarveruleika og það gæti þurft að endurræsa veðþjóninn.